rétt upp hend sem eru glaðir. Ok, æðislegt. Það er gott að vera með ykkur í dag. Ég gaf mér ekki nóg mikið tíma til að velja lögin og svona, það var búið að vera svo brjálað að gera og ég var alltaf eitthvað að fela mig bak við það. Og svo var ég í morgun, þá var ég að velja lögin og ég hugsaði bara með mér hvað ég væri ótrúlega þakklátur. Og ekki bara fyrir það að ég fæ að vera hérna með ykkur öllum ágæta fólki að lofa Guð á hverjum einasta sunnudegi, heldur líka bara öllu fólkinu sem ég fæ að lofa Guð með hérna upp á pallinum og hversu þakklátur ég er fyrir þetta fólk hér. Og þetta er ekki sjálfgefið að geta lofa Guð á þennan hátt bara í hverri viku, og ég er ótrúlega þakklátur fyrir ykkur öll og ykkur líka. Já, sömuleiðis Sibba mín. Ok, við ætlum að spila nokkur lög, en áður en við gerum það, þá ætla ég að biðja fyrir stundinni og ég væri til í að allir myndu rísa á fætur. Heilagi Faðir, ég biðji bara að mæta okkur í dag. Farðu á undan Drottinn, fylltu salinn af þér Drottinn, að nærveru þinni. Ég trúi því að þú getur gert magnaða hluti Drottinn. Þú ert allsmegnur Drottinn. Og takk þess að fátæku fórn sem við bjóðum fram hér í dag, að mæta hér og sýna þakklátt okkar fyrir því hver þú ert. Og ég biðist Drottinn að allir sem eru hér inni megi upplifa gleði, fögnuð og frelsi í dag. Í Jesú nafni. Amen. Amen. Þurfa elsku og á sem aldrei bregst þeim. Guð sýndu miskunn hér. Allir þrá uppgjöf synda og elsku hann sem bjargar. Já, von alls mannkyns. Já, Jesus, flutt hann getur fjöllin, hann frelsað getur hvert mann, frelsað getur hvert mann. Eilíð höfundur míns hjálpar, því hann sigraði gröf, Jesus sigraði gröf. Svo ég með öll mín brot og syndi og endurnýja mig. Fel mitt líf og fylgi, minn frelsari allt ég gef þér. Ég gefst þér einu. Getur fjöllin, hann frelsað getur hvert mann, frelsað getur hvert mann. Eilíð höfundur míns hjálpast, því hann
Father, I come, I'm humbled by all that you've done. Don't have much to offer, Holy One, yeah. And even though I walk through the valley, I don't have to fear, no. You have called me from the sorrow to gladness, and I have you. What more could I want? So raise my faith a little higher, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, the one who gives us salvation. Lord, let revival come. Let revival come. Yeah. Let revival come. Yeah. God who calms the sea, God who healeth me, you are the one who makes me strong. Woo! And even though I walk through the valley, oh, I don't have to fear. Oh, na 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 na, 'cause you have called me one from my sadness, and I have you. What more could I want? So I raise my faith a little higher, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, the one who gives us salvation. Oh, let revival come. So raise my faith a little high, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, you who gives us salvation. Oh, let revival come. Let revival come. Revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. So now I lift her up high, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, the one who gives us salvation. Oh, let revival come. So raise my faith a little high, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move, 'cause you're the God of restoration, the one who gives us salvation. Oh, let revival come. Let revival come. Revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me
joy that you bring, joy that you bring. Og syngið einu sinni saman. So raise my faith a little higher, set my spirit on fire, asking you to move. 'Cause you're the God of restoration, the one who gives salvation. Oh, let revival come. So raise my faith a little higher, set my spirit on fire. Lord, we're asking you to move. 'Cause you're the God of restoration, the one who gives us salvation. Oh, let revival come. Revive. Let revival come. Revive me with joy that you bring, joy that you bring. Sing, revive me with joy that you bring, joy that you bring. Halleluja. Gugga ætlar að syngja næsta lag, Glorious. Takk, Jesus. Það er gaman að við syngja öll, ó, 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 halleluja. Fills my soul, the love that you've shown. It brings refreshing like the rain and peace. It floods my heart. I know nothing apart from your goodness, God. You are glorious. You are holy, holy. The heavens shout that you are worthy, worthy. Sing it out. Your love, it frees my soul, and fear has no home. For you have broken the chains, and now joy, woo, it fills my life. Your spirit, your life. I'm undone by the goodness of Christ. You are glorious. You are holy, holy. The heavens shout that you are worthy, worthy. And my soul cries out that you are holy, holy. The nations shout that you are worthy, worthy. Whoa. Jesus, Halleluja. Jesus. Oh, at the sound of our praise, the heavens will shake and the earth will move. At the sound of our praise, the heavens will shake and the earth will move. Oh, at the sound of our praise, the heavens will shake and the earth will move. Oh, at the sound of our praise, the heavens will shake and the earth will move. You are glorious, and you are holy, holy. The heavens shout
Vartu välkommen drottning. Välkommen Jesus. Vi älskar dig Fader. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. God of creation, there at the start, before the beginning of time. No point of reference, you spoke to the dark and fleshed out the wonder of light. And as you speak, 100 billion galaxies are born. In the vapor of your breath, the planets form. If the stars were made to worship, so will I. Jesus, I can see your heart in everything you made. Every burning star, a single fire of grace. If creation sings your praises, so will I. Jesus, oh, so will I. God of your promise, you don't speak in vain, your syllable empty your void. For once you have spoken, all nature and science follow the sound of your voice. And as you speak, 100 billion creatures catch your breath, evolving in pursuit of what you said. If it all reveals your nature, so will I. I can see your heart in everything you say. Every painted sky, a canvas of your grace. If creation still obeys you, so will I. Jesus, oh, so will I. Oh, forevermore, Jesus. Forevermore. If the stars were made to worship, so will I. If the mountains bow in reverence, so will I. If the oceans roar your greatness, so will I. For if everything exists to lift you high, so will I. If the wind goes where you send it, so will I. If the rocks cry out in silence, so will I. If the sound of all your praises still falls short, then we'll sing again 100 billion times away.
chased down my heart through all of my failure and pride. On the hill you created, the light of the world, abandoned in darkness to die. Yes, you did. Jesus, and as you speak, 100 billion failures disappear. Woo! Where you lost your life, so I could find it here. If you left the grave behind you, so will I could see your heart in everything you've done. Every hurt deciding a work of art of love. If you gladly chose surrender, so will I can see your heart 8 billion different ways. Every precious one, a child you died to save. If you gave your life to love them, so will I. Like you would again 100 billion times. But one measure would amount to your desire. You're the one who never leaves the one behind. You never do. You never leave us behind. Oh. You're the one who never leaves no one behind. Velkomin Jesus. Ég geði leyfi til að snerta við mér andlega í dag. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah, hallelujah. For the Lord God Almighty reigns. Hallelujah. The Lamb, you are holy, holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb,
is the Lamb. Saman. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb. Worthy is the Lamb. You are holy. So holy, Jesus. Holy. Are you Lord God Almighty? Worthy is the Lamb, worthy is the Lamb. Amen. Mitt líf þitt, allt sem ég allt sem ég hef. Mín ást til þín, sér hver dag ég minnist þín. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína legg ég allt sem ég hef. Vegna þín ég vegna þín ég allt sem í mér til heyrir
þér. Allt sem í mér tilheyrir þér. Mitt líf þín. Þú einn ert Guð og sannleikurinn. Ég þarfnast þínu, Guð sál mín, þráin meir af þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína leið, ég allt sem ég hef. Vegna þín ég hann, vegna þín ég er. Allt sem í mér tilheyrir þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína leið, ég allt sem ég hef. Vegna þín ég hann, vegna þín ég er. Allt sem í mér tilheyrir þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína leik, ég allt sem ég hef. Vegna þín ég and, vegna þín ég er. Allt sem í mér tilheyrir þér. Allt sem í mér tilheyrir þér. Allt sem í mér tilheyrir þér. Vegna þín ég syng, vegna þín á líf. Við fætur þína leik, ég allt sem ég hef. Vegna þín ég and, vegna þín ég er. Allt sem í mér tilheyrir þér. Allt sem í mér tilheyrir þér. Amen. Takk Jesús, hvað að gerast hérna í dag? Ég ætla bara að segja ykkur ef þið finnið það ekki, það er opinn himinn. Þannig að bara þar sem ég siti, prófi bara að lyfta höndunum, bara pínulítið örlitla stund, bara gefi Guði tíma, Drottinn viltu bara mæta okkur hér. Ég bið að snerta einn og sérkvern inni og Drottinn við byggjum meira af þér. Halleluja, minna mér og meira af þér, Jesús. Viltu, halleluja, framkoma verk í hjart okkar, Jesús. Og Drottinn við hleypum þér að. Við gefum þér verk heimild. Starfaða vild, Jesús minn. Halleluja. Halleluja. Og Drottinn ég tala til þeirra sem að díla við brostnar vonir hér í dag. Drottinn ég bið að koma með lækningu þína, mildi þín og miskunn. Og ég þakka þér fyrir, Drottinn minn, að þú komst í hennan heim til þess að græða okkur, til þess að lækna okkur, til þess að gefa okkur eilíft líf, en líka setja saman brotin hjörtu. Og Drottinn, hér erum við í dag með brotið hjarta og ég bið þig, Drottinn minn, að starfa, Jesús, kom með lækningu þína. Halleluja. Í Jesú nafni. Mér langar að segja ykkur örlítið áður en við höldum áfram með samkomuna.
Síðustu helgi þá voru páskarnir eins og við vitum og ég ákvað á laugardeginum að lesa síðustu kaflana í bæði Mattheus, Markus, Lúkas og Jóhannesi. Og ég var mér fannst það svo áhrifaríkt að lesa þetta nákvæmlega þessum tíma þegar Jesús var að upplifa þessa hluti. Til þess að setja mig í þann hugarheim sem að hann var að setja mig inn í þá stöðu eða hvernig honum leið og líka þeim sem að voru í kringum hann. Og Guð myndi mig svo ofboðslega sterkt á það að Jesú, hann elskar fólk. Hann elskar fólk. Og eitt af því síðasta sem að segja er dæmisagan það að þegar við hugum að þeim sem eru minnstir í okkar samfélagi þá erum við að huga á því sem að hann sér. Og þeir spurðu hann hvenær fæddu við þá sem að átti ekki fæðu, hvenær klæddu við þá sem að voru klæðalausir og hann sagði að allt það sem þið hafi gjört mínum minnstu bræðurum og systurum, það hafi þið gjört mér. Og vitið það er svolítið athyglisvert að lesa þessa síðustu kafla í líf hans. Og það ef þú veist að þú ert að fara að deyja, þá segir mjög merkilega hluti, þú segir hluti sem skipta máli. Og hann segir slíkraði Guðs ríkið. Slíkraði Guðs ríkið. Og það sem að truflaði mig þegar ég var að lesa þessa kafla. Og ég bara las það og ég grét og einhvern veginn var bara að leita Guðs. Er það hvernig kærleikurinn er svolítið mikið að kólna? Við hleypum fólk ekki trúslega nálægt okkur. Og vitið það, ég trúi því að það er vakningin sem að þarf að eiga sér staðar í okkar lífi. Hann sagði, farið út og gerið allar þjóðir að lærisveinum mínum. Hvernig urðu þið lærisveinir í Jesú? Með því að ganga með honum. Hvernig læri fólk að vera lærisveinn í Jesú? Með því að ganga með okkur. Fólk sem eru þegar lærisveinar. Þannig að fyrir mér, þá þrái ég að taka nýja ákvörðun hér í dag og reynda að tók þessi ákvörðun í síðustu helgi. Ég ætla að opna lífið mitt miklu meira. Ég ætla ekki, og það ég trúi því að það er ekki endilega ótti sem er stæðsti óvinur. Óvinurinn okkar, það eru þægindi. Það eru þægindi. Við erum búin að koma okkur vel fyrir og við sem byrju, það er svo mikið vesen að vera að tala við fólk og koma með brautinu með Guði. Jesú greinlega fílar vesen. Hann segir við okkur, farið út og gjörið alla þjóðir að lærisveinum mínum. Farið út, elskiði fólk, hvetjiði fólk, lyftu fólki. Og vinir, ég vil hvetja ykkur hér í dag. Með hvað hætti getum við haft áhrif á okkar umhverfi? Gerum það. Og ég segi þetta öllu hjarta, gerum það. Og það fólk þarf á því að halda að sjá Jesú Krist og hann er upprisin í líf okkar. Við erum von drottins á jörðinu og hann þráir að við förum út. Við erum alltaf að tala drottin viltu frelsa þennan og þennan. En drottin segir far þú og gerði alla þjóðir að lærisveinum mínum. Með hvað hættir sem það kann að vera í mínu lífi eða þínu lífi? Opnum líf okkar og elskum. Leifum fólki að finna fyrir því að það skiptir máli. Má ég heyra amen? Erum við tilbúin hér í dag? Amen. Ef að rísa eins og fætur og bara biðja saman. Drottin, ég bara lyfti þér upp, Jesús. Og drottin, við ætlum að taka nýja ákvörðun hér í dag. Drottin, við ætlum að opna líf okkar og við ætlum að elska. Ekki eins og heimurinn elskar. Ekki þú kitla mér á bakið og þá kitla ég þér. Heldur bara að elska. Að fyrra bragði eins og þú elskar okkur þegar við enn vorum í syndum okkar. Og drottin, þú gekkst svo langt í kærleika þínu og þú fórnaðir sjálfur á krossinum, drottin. Og fyrir það þá eigum við líf að eilífu með þér og við tökum við þessari gjöf. Við tökum við þessari gjöf, drottin, og ég þakka þér fyrir, drottin minn, að þú ert hér í dag. Þú ert hér í dag, drottin, og þú elskar fólkið þitt. Og við biðjum þig, drottin minn, að bara komin í aðstæður okkar, drottin. Halleluja. Og drottin, ég bið fyrir fórninni sem við erum að fara að taka hér í Jesú nafni. Halleluja, verði þið vilji í Jesú nafni. Amen. Við ætlum að taka fórn. Komið þið, herra, amen. Það er pósi hérna frammi. Hvet ykkur til þess að gefa í Guðs ríki út að það er blessun í því að gefa.
ekkert bresta á grænum grundum, lætur hann mig hvílast, leiðir mig að vötnum, þar sem ég má næðis njóta. Amen, syngið saman. Hann hressir sál mína, leiðir mig réttan veg, fyrir sakir nafnsins, jafnvel þótt ég fari dimman dal, óttast ég ekkert illt, því þú ert hjá mér. Sprotið þinn og stafur huggar mig, þú býð mér borð frammi fyrir fiendum mínum, þú smyrð höfuð mitt með olíu, bikar minn er bænafullur. Já, gæfa og náð fylgja mér alla ævi daga mína, og í húsi Drottins bý ég langa ævi. Drottinn er minn hirðir, mig mun ekkert bresta. Ó, mig mun ekkert bresta. Nei, ó nei, mig mun ekkert bresta, Jesus. Amen. Eru þið ekki yndisleg? Erum við rík eða hvað? Við erum rík, sem sagt. Amen. Ég vil hvetja ykkur til þess að gefa þeim gott klapp. Amen. Takk fyrir þjónustu ykkar. Ég segi nú bara eins og rabbi minn, ég er bara alveg ótrúlega stolt af þessu fólki. Þetta er alveg magna fólk. En við erum hérna með frábæran gest. Pétur Erlendsson var að gefa út plötu og hann er engin smá snillingur í þessi drengur. Það er margt sem hann getur gert. Óýgt, Pétur, þú ert mjög blessaður. Honum finnst vandræðilegt að fá að heyra hrós. Þannig að við ætlum að hrós honum. Takk fyrir. Amen, hann er frábær. Amen. Pétur ætlar að spila hérna lög á disknum, svo ætlar hann að tala hérna Guðsorð hérna eftir. Þetta verður eitthvað alveg sérstakt. Ég ætla bara að taka eitt lag hérna. Eins og Sibba sagði, þá var þessi diskur að koma út. Þetta er annar diskurinn sem ég gef út með mínu eigin efni og ég fekk fullt af frábæru fólki með mér, þar á meðal þennan hérna, þennan snilling hérna. Og fleiri, það eru hérna, hann Rúnar Ólafs ykkar, hann syngur nú eitt lag hérna. Við svona fórum í smá nostalgíukast og hérna hurfum aftur til 90s og tókum eitt svona, ég samt eitt svoleiðislag. Þar liggja mínar rætur svolítið. Tölum ekki meira það, en hérna eru 8 lög sem eru alveg frá svona bara rock, pop rocki og alveg niður í bara píano og kassagítar og söngur. Og eins og ég segi, fullt af fólki sem kemur hérna fram og hún Silvía, hún syngur eitt lag hérna, Anna Sigríður Snorradóttir syngur eitt lag á móti mér. Syngjum það saman, lag sem var sendt inn í Eurovision núna síðast en auðsynlega komst það ekki áfram en dýrsekuðu fyrir það. Og fullt af flottum spilurum sem eru hérna, Jóhann Ásmunds spilar á bassa og Óskar Einarsson og fleiri. Þannig að hann verður til sölu hérna fram og eftir og það er annarkvort, þið getið annarkvort hérna greitt fyrir hann hér eða þá við fáið disk með svona litlu miða þar sem eru upplýsingar þið getið lagt inn eða hvernig sem þið viljið gera það. Þannig að bara endilega takið með ykkur disk, ef þið getið ekki greitt fyrir hann þá er það allt í lagi. Bara algjörlega undir ykkur komið en ef á mögulegt er að hægt að styðja við kristna útgáfu á Íslandi þá hvet ég ykkur til þess. Þetta er ekki ókeypis, þannig að
Dísi Guð, við ætlum að taka eitt lag sem er í rauninni titillagið af þessum disk, hann heitir Híbýli hugans og þetta hefur bara með að gera hvað brýst oft í híbýlum hugans. Það þarf ekkert að útskýra það, við þekkjum það öll þegar við stöndum fyrir framan speilin og bara, hvað gerðist? Starandi augun í speglinum spyrja spurninga sem að ég svara þeim fæ og ranglátir dómar í kollinum kyrja kvæðin allt sem var kastað á glæ í híbýlum hugans heilmargt að finna sem heldur ég kysi að lit aldrei ljós þá helst vil ég horfa til heimkynna minna og hljóta að lokum meistarans hrós í forgarðinn færði ég fegurstu fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng og fátt virðist betra en fúsleikans skórnir feta skal veginn óvina göng skjól mitt og hæli borgin þín bjarta bjarg mitt og vígi frelsari minn og bæn mín borin af hirðisins hjarta brimöldur dauðans strjúka kinn í forgarðinn færði ég fegurstu fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng og fátt virðist betra en fúsleikans skórnir feta skal veginn óvina göng í kærleikans fali fanginn ei sekur en fagnar upprennur síðasta stund því Guð sá gefur Guð sem að tekur geng ég tilbaka á meistarans fund í forgarðinn færði ég fegurstu fórnir sem fundið ég gat þegar leiðin var löng
og fátt virðist betra en fúsleikan skórnir feta skal veginn óvina göng. Takk fyrir. Hann til sölu hérna fram á eftir. Amen. Ég ætla að biðja ykkur aftur að rísa á fætur. Við ætlum að biðja fyrir orðinu. Mér langar til þess að líka bara minna á næsta samkoma, þá samkoma með kórnum okkar. Þessum öfluga kór. Og mér langar til þess að hvetja ykkur vinir. Komið með vini með ykkur. Ykkur sem kannski þekkir ekki Jesú. Út af þetta svona trúboð samkomunnar okkar. Þannig að við ætlum að kynna fleirum fyrir Jesú, ekki satt. Þetta ekki bara okkar demantur, þetta ekki bara okkar perla. Við ætlum að gefa fleirum þessa perlu. En mér langar til þess að við byggjum fyrir orðinu, lyftum upp höndum okkar. Jesús, ég bara lofa þig hér í dag. Ég þakka þig fyrir trúfesti þína drottin og fá að koma samkom og finna fyrir nærveru þinni, rétt eins og við gerum í dag. Og drottin, ég byggjum að opna hjart okkar fyrir því sem að þú vilt segja við okkur, drottin. Og hjálpa okkur til þess að næra það orð sem að gengur fram að munni þínum, drottin, að við mættum vökva það, að það mætti bera ávöxt í líf okkar, drottin. 30, 60-faldan og 100-faldan. Og drottin, ég byggjum að blessa Pétur þegar hann talar orð þitt. Ég byggjum að vera með hann og ég byggjum að blessa, drottin, sölun og disknum hans, að allt mætti ganga vel, að mætti fá meira en það sem að kostar, að mætti hafa eitthvað út úr þessu í Jesú nafni. Og drottin, ég bið fyrir öllu, ég bið bara fyrir Guðsríkinu á Íslandi. Mætti það eflast og blessast og stækka og verða meira í þínu heilaga nafni. Og allir liðinni sagði, amen. Þá það Pétur, hann ætlar að tala. Dýr sér Jesús. Takk ykkur fyrir systkini að leyfa mér að koma og kynna þetta litla verkefni sem að, já, þetta ekkert lítið, þetta stórt verkefni í mínum augum. Takk að þið fyrir, Rabbi, allt saman. Þetta algjör snillingur sem þið hafið þarna. Takk, Jesús. Það svo gaman við Rabba að hann er óþrjótandi brunnur af hugmyndum. Hann er svona nett ofvirkur. Það ekkert slæmt, það mjög gott. Þegar kemur að tónlist þá það mjög gott, mjög góður kostur. Hann mér líkar alveg ofboðslega vel við hennan dreng. Alveg rosalega og konan hans. Konan hans á svona smá hluti því að ég giftur konunni minni. Nei, ég segi það nú kannski ekki alveg en svona fyrsta deiti sem að ég og Ragga fórum á, þá var hún að passa Kamilu. Þá var Kamila 2 ára. Þannig að tengslin byrjuðu þarna fljótlega. Já, nákvæmlega, síðan eru liðin mörg ár. En þakkaði fyrir, Rabbi minn, hann lagði sitt mark á þennan disk og spilaði mikið af píanói og allskins svona hljómborðsándum og svona. Og það eitt lag sem hún Silvía syngur, lag sem ég samdi fyrir nokkrum árum síðan og heitir heitir Glory to the King. Og ég var búinn að taka upp bassa og trommur og gítar í þetta lag og ég ætlaði að syngja það sjálfur. Af því að vissi þetta var svona alveg í hæsta lagi fyrir konu, tóntegundin. Svo fór ég að byrja að syngja það og það var alveg glatað. Mér fannst það alveg ömurlegt og þetta verður ekki svona. Þannig að við fengum Silvíu til að gera það, en áður þá fór ég með þennan grunn, trommur, gítar og bassa heim til Rabba eitt kvöldið. Hittumst þar til þess að setja á svona smá hljómborð og píanó. En það endaði með því að við vorum búin að setja, held ég, einhverja 13 rásir af alls konar soundum, alls konar, ég ætla ekki að reyna að nefna því á nafn hvað þið heita þessi sound hjá honum, vegna þess að hann var algjörlega óstöðvandi. Og þetta, ég elska þetta við Rabba, hann alveg, mér finnst svo gott að spila með honum,
hann er svona óþrjótandi hugmyndabanki. Prófum þetta hérna, geymum þetta, prófum hérna svona. Klukkan var hún 1 eftir miðnætt og ég var alveg orðinn svona bara hérna, svona, en hann alveg vildi halda áfram og þetta var bara æðislegt. Svo var nú eitt fyndi líka þau komum með þetta upp í stúdíó til Jóa Ásmunds. Og Jói opnaði þetta í forritinu hjá sig og þá bara og hann var alveg, hvað ég var að gera við þetta allt saman? Það var rosa gaman að þessu og gaman að þessu ferli og þetta lag kemur alveg einstaklega vel út, virkilega. Þannig að ég bara vil hvetja ykkur, endilega kíkja á þetta. En bursið frá því, þá langar við þess að byrja í Jobs bók. Job var að mörgu leyti merkilegur maður. Gekk í gegnum slæma hluti og það er svo gott að tileinka sér orð Guðs, systkini. Við höfum allskins svona sjálfsjálparbækur og allskins svona námskeið sem við förum á sem eru allar frábær og bara frábært. Ekki að lasta þá neitt nátt, alls ekki. En það í rauninni heldur okkur ekki frá synd. Davíð sagði í sálmónum, ég man ekki hvað sálmið það var, Drottinn, ég geymi orð þitt í hjarta mínu, að ég skuli ekki synga gegn þér. Punktur. Ekki flóknar en það. Og þetta er það orð sem hann er að tala um. Hið ritaða orð Guðs og líka hið talaða orð Guðs. Ef við tilengum okkur orð Guðs, setjum það í hjart okkar, lesum það ekki bara eins og bók, heldur tilengum okkur það, geymum það í hjartanu, þá varðveitir það sálu okkar. Það er varðveisla í lifandi heilugu orði Guðs. Það er það sem ég elska við Biblíuna. Við lesum aldrei nógu mikið í Biblíunni. Þannig að gleymum því ekki. Mér langar í örfáum orðum að tala um andadrátt Guðs. Það er kannski ekkert eitthvað sem talað um í örfáum orðum, en við ætlum svona innbrá kannski alveg einu atriði varðandi það. Jú, Guð andar. Það er bara þannig. Við þurfum ekki að fara nema út fyrir dyrnar til að finna það. Við erum svolítið gjörn að setja Guð í eitthvað svona, hann er einhver svona persóna sem er þarna. En Guð er ekki bara þarna eða þarna, hann er allt í öllu, segir orð Guðs. Það er ekkert undan skilið. Alveg sama hvað það er, þá er Guð í því einhvern veginn. Mjög. Í Jobs bók 33, í versi 4, og þar segir, andi Guðs hefur skapað mig. Hugsið ykkur, þarna er Job eftir að hafa gengið í gegnum alveg hræðilega hluti. Og hann er að glíma við Drottinn. Hann hefur ratað inn í kringumstæður sem að hann hefði sjálfur viljað sneiða hjá, kringumstæður sem voru alveg að buga hann. Við finnum okkur öll einhvern tímann í erfiðum aðstæðum og þannig er hann í mjög erfiðum aðstæðum þegar hann segir þetta, andi Guðs hefur skapað mig og andblástur hins almáttuga gefur mér líf. Það er mjög magnað að andadráttur Guðs, þetta er það sem Job segir, andblástur Guðs er það sem gefur mér líf. Þarna þessi andblástur, svo við förum ekkert að fara út í einhverjar hebreiskar merkingar og svoleiðis, en þetta er samt þetta orð ruach. Þegar talað um anda og andblástur í Biblíunni, þá er oft mörg orð í frumtextanum notað yfir það sem við höfum bara eitt orð yfir. Og þeir hafa mismunandi merkingar. Þetta orð er ruach. Það þýðir í rauninni lífsandi. Þetta er það sama og þegar Guð blés lífsanda í nasir mannsins og þá var hann lifandi sál. Þetta er sá andadráttur Guðs sem að gefur líf, fæðir fram nýtt líf. Þetta er það sem að Job talaði að lífsandinn gefur mér líf í gegnum það sem ég er að ganga í gegnum. Þá veit ég það að andblástur Guðs er það sem færir mér líf og heldur mér á lífi. Ég talaði það hérna einhvern tímann að til þess að glæða eld þá þarf að blása á hann. Að þegar eru bara glóðir eftir og eldurinn virðist vera að slokna, þá í hinu náttúrulega þá blásum við á hann til þess að glæða eldinn.
Þetta það sem Drottinn gerir hjá okkur systkini þegar við göngum inn í aðstæður sem okkur finnst eins og eldur Guðs að slokna í hjart okkar. Eins og þessi að ganga frá okkur. Hversu oft var það ekki sem lærisveinarnir sjálfir gengu inn í aðstæður og þeir héldu þeir var að deyja. Þeir héldu bara að Guð var í farinn, hann væri ekkert að veita þeim neina athygli lengur, þeir væri bara að láta lífið. Meira þess að sögðu hann einu sinni þegar þeir vöktu hann í bátnum, sérðu ekki að við förumst hérna. Þeir töluðu við hann bara eins og eitthvað kall. Eins og þetta væri bara eitthvað maður sem að þú veist, bara þurfti að fara í vinnu í fyrramáli af því þess vegna var hann sofandi. Það var ekkert svoleiðis. En svona voru þeir alveg eins og við. Að þegar við rötum inn í aðstæður og okkur finnst eins og eldur sé að slokna í líf okkar, ég tala beint frá mínu hjarta núna. Ég ger þetta margoft. Að þá allt í einu missi ég sjónar af þessu almætti Guðs. Að hann ennþá með allt í hendi sinni. Að það ekkert sem fer fram hjá honum. Hann gleymir mér aldrei. Hann stundum blæs í glæðurnar og gefur þannig nýtt líf. En þessi andadráttur, hann hefur líka aðra vogaskál. Hann hefur annað hlutverk líka stundum. Við sjáum förum bara aðeins í Esekiel 37, þennan kafla sem við þekkjum og höfum heyrt svo oft. En þessi kafli sem svo frábær, sem að opinberar nákvæmlega þetta í eðli Guðs, hvað andadráttur Guðs gerir. Og ef við sjáum bara í versi 5, þannig Esekiel að eiga við Drottinn og það segir Drottinn sagði, þá sagði Drottinn við mig, tala þú af Guðmóði yfir beinum þessum. Þarna hafði Guð tekið hann í dalinmunni, það sem var fullur af dauðramanna beinum. Stundum upplifum okkur þannig að það eru bara dauðramanna bein eftir. En það bara þannig að hann segir, talaðu af Guðmóði yfir beinum þessum og seg við þú, þér skinin bein, heyrið orð Guðs. Sjáðu þetta, heyrið orð Guðs. Það það sem skiptir máli. Heyrið orð Drottinn, svo segir Drottinn Guð við þessi bein, sjá, ég læt lífsanda, rúach. Kom í yður koma og þér skuluð lifna við. Og ég set sinar á yður og læt höld utan yður og dreg þar hörund yfir og læt lífsanda, rúach, í yður. Og þér skuluð lifna við og þér skuluð viðurkenna að ég Drottinn. Það var tilgangurinn. Það var ekki bara til þess að pína þau, eða pína þessa aðila. Nei, það er til þess að áttu þess á því að hann var ekki bara einhver Guð, hann var Drottinn allsherjar. Drottinn drottna og konungur konunga. Og þá talaði ég af Guðmóði eins og mér var boðið og ég mælti af Guðmóði og þá kom þytur og skrjáf heyrðist. Þetta er svolítið bíómyndalegt. Og beinin færðust saman. Hvert að öðru og ég sá hversu sinar koma á beinin og hold óks á og hörund dróst þar yfir og en engin lífsandi var í þeim. Þá sagði hann við mig, mæl þú í Guðmóði til lífsandans. Hugsið ykkur valdi sem hann setur í hendur Esekiels. Guð sjálfur segir við hann, talaðu til lífsandans frá mér. Talaðu til þessa afls sem að gerir líf úr því sem dautt. Sem gerir eitthvað úr einhverju sem ekki neitt. Sem fæðir líf af einhverju sem ekkert. Talaðu til þessa anda hjá mér, segir Guð, og vittu til, ég skal svara. Ég talaði Guðmóði eins og hann hafi skipað mér, kom þá lífsandi í þá, svo þeir lifnuðu við og risu á fætur, var það afar mikill fjöldi. Það svolítið gaman að King James biblíuna því að hún segir exceeding great army.
Það var mikill her. Og hann sagði við mig, mannsson, þessi bein eru allir Ísraels menn, þú og ég. Þetta eru hermenn Guðs. Sjá, þeir segja, og setjum okkur nú í þetta. Bein vor eru skinin, von vor þrotin, úti er oss. Mæl því í Guðmóði og segðu þá, svo segir drottinn Guð, sjá, ég vil opna grafir yðar og láta yður rísa upp úr gröfunum, þjóð mín, og flytja yður inn í landið, í Ísraels land, til þess að þér viðurkennið að ég er drottinn. Þegar ég opna grafir yðar og læti yður rísa upp úr gröfum yðar, þjóð mín, og ég vil láta anda minn rúach í yður til þess að þið lifnið við aftur, og ég skal koma yður inn í yðar land og þér skulu viðurkenna að ég er drottinn. Ég hefi talað það og mun framkvæma það, segir drottinn. Þetta gerir andadráttur Guðs, gefur nýtt líf. Það var svolítið magnað fyrir, það var 1963, þá gaus svona, vestan af Vestmannaeyjum, suðvestan af Vestmannaeyjum, bara á hafsbotni. Og það var til eyja sem heitir Surtsey. Það var örugglega 1963. Jú, það var 63. Og hún er enn til, þessi eyja. Og þegar þetta gerðist, og eldgosi var í rauninni búið, og eyjan var orðin til, að það mátti enginn fara þangað. Vegna þess að það var tekin ákvörðun um það, og góð ákvörðun tekin um það, að þið skyldu varðveita þessa náttúru algjörlega óspillta og sjá hvað myndi gerast. Og hún var frið, og ég held að enn þetta í dag megi ekki hver sem er farað þangað. Fljótlega þá fóru að spretta þar allskis jurtir, allskis blóm. Við erum að tala bara að það kom bara upp úr jörðinni, upp úr hafsbotninu, bara grjót og mold og drasl, skilur við. En allt í einu fór að vaxa þar alls konar jurtir sem eru þar í dag. Og fyrst svona sinn voru menn alveg ráðþrota hvernig gat þetta, akkur gerist þetta bara svona út af engu. Svo komust þeir að því, eftir að hafa aðeins skoðað málið, að vindurinn, hann bar þessi sáðkott bara bæði frá Vestmannaeyjum og af einhver staðar annar staðar frá. Og það lendir þarna og það er bara sáð nýju lífi þar. Þetta er alveg glæsileg í rauninni tákmynd í náttúrulega af því hvernig drottinn vinnur. Svona getur þitt sáðkott borið ávöxt annar staðar líka ef við erum bara nógu duglegir við að dreifa þeim. Þess vegna segir að líf og dauði er á tungunar valdi. Við getum talað líf inn í aðra persónu eða dauða líka. Við getum leyft þessum andadrætti Guðs ber okkur eftir vilja sínum hvert sem hann vill fara. Þetta gerðist, munið þegar, og ég talaði þetta daginn, þegar lærisveinarnir voru í bátnum og það var allt orðið vitlaust og veðrið var kolvitlaust og þeir heldur vera að farast. Og þeir réru og þeir komust ekki áfram, voru fastir, af því að orð Guðs segir, því að vindur stóð á móti. Auðvitað litu þeir á hana vind bara sem eitthvað sem hann vildi hamla þeim í að gera það sem þeir ætluðu að gera. Og jafnvel það sem þeir töldu að vera vilji Guðs. Og þannig er það líka með okkur. Stundum erum við bara föst á einhverju stað, við komumst ekki út. Við komumst ekki í burtu. Við prófum allskyns leiðir, en það bara gerist ekki neitt. Við erum bara föst í einhverjum aðstæðum, einhverjum kringumstæðum sem við komumst ekki út úr. Og þar voru þeir búin að reyna að róa og róa, það gerist ekki neitt og svo allt í einu kemur Jesús gangandi á vatninu. Það var þetta bara allan tíman andadráttur Guðs sem að hélt þeim á þessum stað. Vegna þess að hann ætlaði sér að þeir fengju nýja sýn á það hver sonur Guðs væri. Þeir þekktu hann ekki þegar hann kom. Held að hann væri vofa. Og Pétur, hann var ekki með sér viss þegar hann stígur út úr bátnum. Hann sagði, ef það ert þú, bjóddu mig þá að koma til þín. Hann var ekki alveg viss. En hann steig samt út úr bátnum. Þetta er svona, ég hugsa að Rabbi hefði gert þetta. Hann er svona, þú veist, hann vil svona, þú veist, fá að sjá hvernig það kemur út, sko.
Ég vildi ég væri meira svoleiðis. Dýrsi Guði. Í Jóhannes, og hugsið ykkur þegar loksins, Jóhannes 20, loksins þegar Jesús kom inn í bátinn, þá bara var þetta ekkert mál. Þessar risa kringumstæður sem þeir höfðu fundið sig í, urðu bara af engu. Bara þegar þeir tóku við Jesú inn í bátinn. Þú veist, hann bara hastaði á vindinn, fór svo að tala við þá. Jóhannes 20, 19, þar segir, kvöldið, þennan fyrsta dag vikunar voru lærisveinarnir saman. Þarna náttúrulega, þetta eftir krossfestinguna, eftir upprisuna. Þeir skildu engan veginn hvað í gangi. Þessi náungi sem búin að vera með okkur núna í 3,5 ár, hann var tekinn á krossfestur, hræðilegt, en svo hann horfið núna og þeir finna hann ekki. Hvað að gerast? Og þeir voru samankomnir og höfðu læst dyrum af ótta við gyðinga. Þá kom Jesús, stóð mitt á meðal þeirra og sagði við þá, friður sé með yður. Þetta er svo magna við Drottinn, hann kemur alltaf með frið. Og svo segir hann, þegar hann hafði þetta mælt, sýndi hann þeim hendur sínar og síðu. Lærisveinarnir urðu glaðir, þeir sáu Drottinn. Þá sagði Jesús aftur við þá, friður sé með yður, eins og Faðirinn hefur sendt mig, eins sendi ég yður. Og hann hafði sagt þetta, þá andaði hann á þá. Og sagði, meðtakið heilagan anda. Ef þér fyrirgefið einhverjum syndirnar, þá eru þær fyrirgefnar. Ef þér synjið einhverjum fyrirgefningar, þeim synjað. Hann andaði á þá, þessum nýja lífsanda. Og þeir fengu eitthvað alveg nýtt. Mitt inn í þessar aðstæður, þar sem þeir skildu alls ekki neitt. Svo örlítið seinna skýrðust þeir í heilugum anda. Það var svo aftur annað. En þarna meðtóku þeir heilagan anda vegna þess að andadráttur Guðs mætti þeim nákvæmlega þeim stað sem þeim voru. Hræddir í kringumstæðum sínum. Neistinn var þetta til staðar. Hann bara blés á þá. Og það glæddi eldinn í hjarta þeirra. Það var nákvæmlega það sem gerðist. Og veit að þegar eldur Guðs er svona óheftur í hjarta okkar, þá fær ekkert okkur stöðvað. Eða þá fær ekkert hann stöðvað. Þess vegna segir hann, ef að þið fyrirgefið einhverjum, þá honum fyrirgefið. Það er valdið sem fylgir því að hafa þennan glædda eld í hjarta okkar, systkini. Vitið það, ég ætla bara að kasta þið hérna með. Þetta orð, þegar hann segir, hann andaði á þá, þetta hefur þá merkingu. Þetta er sama orð þegar var notaði við Maríu þegar hún var þunguð. Pælið því. Sama orði. Að María, móðir Jesú, þegar hún var þunguð að heilugum anda. Þessi andadráttur, hann fæðir alltaf fram nýtt líf. Ekki óttast það. Ekki óttast neitt. Eins og þeir óttuðu gyðinga, þó að þú finnir þig í einhverjum aðstæðum þar sem þá bara, hvað gerðist eiginlega? Hvernig kemst ég út úr þessu? Ekki óttast það. Andadráttur Guðs er þarna til staðar. Leyfðu honum blása þessum nýja eldi í hjarta þitt. Já, í Lúkas 8, að þar, Lúkas 8:4, þarna er sagan sálmanninn. Það er svolítið merkilegt atriði. Nú var mikill fjöldi saman kominn, Lúkas 8:4. Menn komu til hans úr hverri borg af annari. Og þá sagði hann þessa dæmisögu. Sá maður gekk út að sá, sagði sínu, alveg svo vorum að tala áðan, hvernig Drottinn notar andadrátt sinn til að fæða fram nýtt líf af sáðkorninu, eins og hann gerði út í Surtsey.
Og hann segir, sámaður gekk út að sá og þá hann sáði fjall sumt á götunni og varð fótum tróðið og fuglar himins átu það upp. Sumt fjall á klöpp, það spratt en skrælnaði af því að það hafði ekki raka. Sumt fjall meðan þyrna og þyrnarnir spruttu einnig og kæfðu það, en sumt fjall í góða jörð og óx upp. Þetta orð sama orðið og ég var að tala hérna áðan. Þegar Jesús andaði á þá og þegar María var þunguð. Þegar sáðkorn drottins fellur í góða jörð, þegar við tilengum okkur orð Guðs eins og Davíð gerði í sínum kringumstæðum, þá mun það vaksa upp og fæða fram nýtt líf. Drottinn sagði í Esekiel, ég hefi talað það og það skal gerast. Það engin spurning það þegar Drottinn talar orð sitt. Það mun ná fram að ganga. Það kemur að því. Ekki láta hugfallast, alls ekki. Ég ætla ekki að dvelja á þessu lengur hérna. Og við vitum að orð Guðs segir það að orðið snýr ekki tilbaka fyrir það hefur unnið sitt verk, fullnað sitt hlutverk. Af hverju haldið þið? Ég spurði sjálfan mig ofta að þessu hérna áður, þegar Jesús var á krossinum, þá sagði hann það fullkomnað. En það var hellingur eftir. Hann átti eftir að vera settur í gröf, hann átti eftir að rísa upp, hann átti eftir að gera fullt af hlutum, en samt var það fullkomnað þarna. Vegna þess að Jesús vissi það sem sonur Guðs, að hann, Kristur, orðið sjálft, mundi ekki snúa tilbaka fyrir en það hefði fullnað það verk sem það átt að vinna. Hann vissi alveg hversu faðirinn trúfastur. Hann mundi ekki skilja hann eftir. Ef hann bara gengi í gegnum kringumstæður sínar með þessari fullvissu að Drottinn mundi fullnaða það verk sem hann hafði hafið, það var það eina sem hann þurfti að gera. Þetta voninurinn sem við eigum, systkini. Þegar sáðkorni hefur verið sáð í hjart okkar, sem það hefur verið gert. Þegar þú tókst á móti Jesú fyrst, þá var sett sáðkorn í hjartað þitt, sem heitir Jesús Kristur. Og hann mun ekki snúa tilbaka fyrir þú fer með honum. Og hann hefur fullnað það verk sem hann hóf í upphafi. Þú ert ekki bara fyrir einhverja tilviljun hér. Það er stór og mikil áætlun á bakvið lífið þitt. Það er stór og mikil áætlun á bakvið nákvæmlega það sem þú ert að gangi í gegnum akkurat núna. Þetta er nákvæmlega það sem þú mútt horfa tilbaka þegar við komum heim. Já, ég skil það núna. Ég skildi það ekki þá. En ég sé það núna. Þú ert alltaf réttlátur. Er Guð ekki góður? Hann er þannig bara. Ég ætla ekki að hafa þetta lengra. Þakka ykkur fyrir að leyfa mér að koma og kynna efnið mitt hérna og tala til ykkar orð Guðs. Munum þetta, systkini. Drottinn, hann lætur engan að sér hæða. Ég lét einn félaga minn hafa disk frá mér daginn. Þetta er vinnufélagi minn. Og svo kom helgi. Svo eftir helgina þá kom hann og það var eitt sem hann var ósáttur við. Og ég var svo ánægð með að hann hafði greinilega hlustað á þetta allt og alveg bara hlustað á hvað ég var að segja. Það var það sem ég var svo ánægð með. Það skiptir engu máli þó þú veist ekki ánægð með það sem ég er að syngja með eitthvað, breytir mig engu máli. En hann segi, hvernig getur þú sagt að Jesús sé konungur konunga?
Og ég fór að hugsa, býtu, hvar heyrði hann það? Ég fór að hugsa þessa texta. Já, heyrðu, það kemur fram í einu lagi þannig. Alveg rétt. Og ég segi, hvað meinarðu? Ef hann segir það, hann fór að byrja að þrátta ef hann segist vera konungur konunga, þá hann ekkert konungur litlamannsins. Hann sá þetta strax þannig. Þú veist, að hann væri svona í flokkadrætti, litlimaðurinn þarna, konungarnir eru hér og ég konungur þeirra. Þannig sagði hann þetta. Og þegar ég fattaði það og ég segi, já, ok, ég skilði núna. Þú veist, ok, ég skil alveg hvað það fara. Og það svo sem ekkert óskilvægt þú sjáir það þannig. En vistu það, þegar hann segir ég konungur konunga, það þýðir bara eitt. Það ekkert vald á himni og jörðu sem honum æðra. Punktur. Og hann svona, já. Svo var það bara búið, hann myndist ekki á það meir. En sískinni, þetta skiptir bara svo miklu máli fyrir okkur að við séum reiðubúin að taka orð Guðs og sýna. Sumt fólk, það getur ekki skilið nema að hafa heilagan anda Guðs með sér. Það kennir orðið. Þannig að, já, þarna fyrir sáðkotn. Þú veist, og drottinn, þetta sáðkotn snýr ekki tilbaka fyrir það að vera unnið sitt verk. Þannig virka drottinn líka. En eins og ég segi, takk fyrir mig innilega. Gefum Jesú gott klap. Amen. Ekki tilvalið að rísa eins og fætur. Mér langar til þess að magna orð. Ég get hlusta á Pétur bara sólarhringunni saman. Það eitthvað við það hvernig hann talar og hvernig hann miðlar sem að snerti hjarta mitt. En ég trúi því að við viljum snerta hjarta okkar allra hér í dag. Og eins og Pétur kom inn á, sérstaklega í lokin og Guðmundur líka, sáðkornið fer út. Og vinir, hann þrá hann að nota okkur sem aðila sem breiða út sáðkornið, ekki satt. Við að grípa tækifærið og við að leyfa Guði að tala til fólks með því að vera hendur hans og fætur. Það eru nokkur aðilar sem að gangi í gegnum mikla erfiðleika. Linda okkar mammin alveg hrikalega mikið veik með að krabbameini með nokkur æxli hér og þar. Ég langar til að leggja hana sérstaklega fram, fjölskylduna og mömmunar, alveg sérstaklega. Það hafði samband við mig líka aðili sem að mætir reglulega, komst ekki í dag. Þessi aðili sem að var manna bana út í Noregi, hann þekkir hann persónulega, þannig að við ætlum að biðja fyrir honum. Það hlýtur að vera alveg bara ofboðslega, þetta innan fjölskyldu og þetta bara, ég get bara rétt að ímynda mér hvernig aðstandendum líður. En fyrst og síðast, það langar mig til þess að biðja með ykkur hér í kvöld og þegar ég trúi því að það eru mjög margir á þessum stað sem að Pétur var að tala um. Fyrir ekki svo löngu síðan þá upplýði ég mig bara algjörlega einhvern veginn tóma. Ég sagði bara, byrju, hvað er að gerast? Er Guð búinn að yfirgefa mig eða hvað? Og við förum öll á svona þurrka stafi. Er ég bara ein eða við förum öll svolítið á þurrka stafi? Það er alveg þannig, já, Pétur Vaka, æðislegt. En vitið það, hann þráir að næra okkur á þessum þurrkastöðum. Hann þráir að mæta okkur þar sem við erum þarna. Og lykillinn er eins og hann talaði hvað er það sem að fær andadrátt Guðs til þess að blási yfir líf okkar? Það er orð hans. Við erum að tala orð hans. Og það skiptir svo miklu máli, vinir, að við tölum orð hans yfir líf okkar. Bæði nútíð, framtíð, yfir þá sem við elskum. Yfir þá sem að gangi í gegnum erfiðleika. Við þurfum að tala sannleika Guðs, við þurfum að tala líf. Og mér langar til þess að bara stíga fram hér í dag og gera nákvæmlega það. Tala líf. Og mér langar til þess að spyrja, ykkur sem að vil taka þátt með mér? Tala í guðamóð yfir lífi sinni. Finna lífsandan eflast. Ef að þú ert hér í dag og vil taka þetta skref með mér, ég vona að þið gera það, komið fram. Komið fram. Komið fram. Komið fram.
Ég ætla bara að segja hvað Guð sér viðleitni. Stígum fram, það er ekki til þess að hafa áhyggjur af eða við erum öll hérna saman, við erum fjölskylda. Stígum fram. Halleluja. Halleluja. Guð hefur lofað okkur því að réttlátur maður verður ekki að eilífu valtur á fótum. Það er lofur sem við getum staðið á hér í dag. Halleluja. Og Guð mun á sínu tíma gefa ávöxt að öllu því orði sem að framgengur að munna hans. Og allir hér inni, allir sem standa hér, hafi þetta lofur í hjarta ykkar. Þetta gildir ekki bara fyrir mig, þetta gildir ekki bara fyrir Pétur, þetta er ekki bara fyrir Rabba, þó ég haldi að Guð hafi sérstakt dálæti á Rabba. Þetta gildir fyrir hvern og einn hér inni. Og vinir, nú er líka tækifærið að tala sjálf. Hvað þurfti Esekiel að gera? Tala sjálfur. Guð blés lífsandunum í hann, þannig að andi Guðs býr innan með okkur. Hvað þýðir það? Við höfum vald til þess að endurvekja sjálf okkur til lífsins, ekki satt. Við höfum það vald. Andi Guðs býr innan með okkur. Þannig að við ætlum að gera tilraun hér í dag. Við ætlum ekki að gera tilraun, ég veit þetta virkar. Þetta er ekki bara tilraun, þetta virkar. Við ætlum að fara að tala út það sem við sjáum fyrir líf okkar. Eru þið tilbúin með mér? Eru þið tilbúin? Viljum við sjá breytingu á líf okkar? Viljum við vera í eldi þegar við göngum hér út á eftir? Viljum við hafa áhrif á umhverfi okkar? Eldurinn býr innan með okkur. Við þurfum að tala í Guðamóð. Halleluja. Hvað hefur Guð lofað þér? Ég er farin að tala á hverjum einasta degi. Ég veit, þetta er einfalt að veðs allt megna ég fyrir hjálpan sem er styrkan gjörir. Þegar ég er smá þá er hann stór. Þegar ég er smá þá er hann stór. Halleluja. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í okkur. Hann mun fullkomna það verk sem hann hefur hafið í okkur. Hann hefur hafið í okkur stórkostlegt verk og hann mun og fullkomna það. Allt í dags í Jesú Krist. Þannig ég bið ykkur að lyfta höndum okkar og taka móti þeim krafti sem að fylgir því að tala orð Guðs. Drottinn, ég bara þakka þér fyrir orð þitt. Ég þakka þér fyrir loforð þín. Þau standa, Drottinn minn Jesús. Ég vil þótt að allt hrynni í kringum okkur. Ég vil þótt að efnahagskerfi heimsins fari í rúst. Þá stendur orð þitt, Drottinn minn Jesús. Og ég þakka þér fyrir það, Drottinn minn, að við tilheyrum þér, Jesús. Halleluja. Og Drottinn, ég bið Jesús að vonin mætti glæðast í hjarta okkar. Drottinn, vonin mætti glæðast í hjarta okkar. Halleluja. Og ég bið Drottinn minn að áætlun þín nái fram að ganga með einum og sérhverjum hér í dag, Drottinn minn Jesús. Halleluja. Halleluja. Við erum höfuðinn, ekki hali. Og við ætlum að taka vald yfir kringumstæðum okkar. Við ætlum að lýsa yfir sigri í kringumstæðum okkar. Við ætlum að tala út loforð þín fyrir líf okkar, Jesús. Halleluja. Og við vitum að þinn vilji mun verða með líf okkar. Í Jesú nafni. Og við brjótum niður hverja hugsmíð